Já, heyrðu, við ætlum að tala pólitíkina, það stendur þarna í dagskrárkynningu, ræða pólitík, taka púlsinn á pólitíkinni. Pólitíkin náttúrulega svolítið í pásu út af þessu málþófi. Já, það það. Og því það eru sko önnur mál sem verða að komast að og þetta náttúrulega galli að nokkru þingmenn geta bara hertekið Alþingi dögum og nóttum saman, sólarhring eftir sólarhring. Núna eru þeir hafa verið með sko á á dagskrá mörg mál. En núna í dag er bara það er bara Miðflokkurinn og orku bókun 33. Já. En það er sko það er það getur vel verið sko að það er sunnudagur í dag sko þá er dagskrá fyrir Miðflokkinn, svo getur vel verið að verið allt öðru sér dagskrá fyrir morgundaginn. Ja, sko að það er ekkert samkomulag á milli flokkana. Maður myndi horfa á þetta og segja, það er ekki að skjóta þarna málum sem allir eru sammála það er náttúrulega svoleiðis mál, það eru bara leiðréttingamál og fleira sem að bíða afgreiðslu. En á meðan það er ekki samkomulag á milli þingflokkana, þá er ekki samkomulag að hleypa því framfyrir, sko. Þannig að það eiginlega vantar, Nú segir það eitthvað hlé á þinginu núna, hefst aftur klukka 15:20, en kannski er verið að reyna einhverja samninga. Ég veit ekki, heldur að það sé ekki bara ríkisstjórnin sé að reyna að þreyta Miðflokkinn, gera þetta svona óvissalt. Að því að funda hlé sko, á kannski möguleiki að þeir hafi sýnt eitthvað á spili sín. Já, það er erfitt, þú veit að í þessu þá er erfitt að stoppa. Já, þau, náttúrulega, sko það er ekki, þau get ekki sagt, nei við getum ekki sami núna því við eigum eftir að koma ykkur að, það er búin að tala í 45 ræður hver þingmaður. Það er líka erfitt að segja að við töluðum í 45 ræður hvert okkar og töfðum þetta í 4 daga en við komumst bara ekki lengra með það, þannig að við hleypum svo bara í gegn. Það geta heldur ekki gert það. Sko. Nei, það kemur eitthvað kaups og þá kemur samningar eitthvað. Og þá geti ríkisstjórnin sagt, það ok, við frestum þessu bara með bókunina sem ég held að sé ekkit sko aðkallandi mál. Nei. En við hleypum veiðigjöldunum í gegn. Ég held að það verður ekki heldur. Það verður átök þar. Mér finnst bæði náttúrulega Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur alveg einörð í gegn því máli og mér finnst líka komur óvart hvað sko Framsóknarflokkurinn til í að einhvern veginn að fjárfesta í andstöðu við breytingarlög á veiðigjöldum. Já. En það er líka alltaf þannig í svona einhverjum deilum eða eitthvað, þá er fólk að sko svona investera eins og sagt eða festa sig í því að það er erfitt fyrir að bakka út úr þessu og segja já, við bara handmæltum þessu og við getum ekki gert meira og það er svolítið erfitt. Já, ég er alveg vissum það að í veiðigjaldamálinu þá eru stjórnarandstæðingar undir miklu álagi frá svokölluðum hagaðilum. Eins og byrja að kalla núna. Hagliðum eða hagaðilum. Hagaðilar, já. Já, ég held að sko það fólk SFS. Það lemur á þeim alveg endalaust. Sjáum hvernig þeir eru farin að breyta taktík eru búin að henda út exit-auglýsingunum og nú kemur bara formaðurinn með langa ræðu. Hvað er það kosti þessar auglýsingar? Þetta er í Hafnarfirði sem þetta tekið. Þetta er svona langt sko, þetta er svona allrast þessi fyrirtækin kasta í einan svona auglýsingu á gamláskuld, svona langa. En þetta er bara SFS með svona einhverjum einasta auglýsingatíma. Nema hér. Já, nema hér, já, skildið. En mér fannst ég einhvern veginn misti þráðinn í þeirri auglýsingu. Hún byrjaði eitthvað að tala eitthvað gamalt áramótaskaup og eitthvað svona og ég bara misti þráðinn. Það býst maður svo sem ekki við að fara að heyra eitthvað ný tíðindi í þessu. Þetta er nú bara sami málflutningurinn, það er eins og með málþófið, þetta er allt komið fram fyrir löngu síðan. Já, en þetta býður þings og þjóðar. Ég held að verið 2023 og þá var svona, þá var eiginlega ríkisstjórnin Katrínar Jakobsdóttur og Bjarnar Ben og Sigurður Inga. Ekki í stuði þetta, ég held að það verið að deila hval og bara allan andskotan.
að þá allt í einu mætir stjórnarandstaðan til þings og þá bara hendir ríkisstjórnin öllum málunum sinum og bara allir sendir heim. Ekki sami raunverulega, það var bara einhliða uppgjöf stjórnarliða að bara koma engu í gegn. Og verður bara allir hissa, sko. Voruð ekki alveg áherslu. Þetta hafði ekki gerst áður. En heyrðu, ég var hérna í vikunni, þá voru hjá mér 3 fyrir þingkonur, Kristín Ásgeirsdóttir og Álfheiður Ingadóttir og svo Oddný Harðardóttir. Og við vorum að tala um málþófið og kvöldvinnuna hjá þeim og svona. Og þá sögðu þær Álfheiður og Oddný, þær sátu þing sem að því lauk ekki fyrir en ég man ekki bara sent í ágúst. Það var eiginlega ekkert sumarfrí, sko. Það var ekki hérna bara 2009 eða? Já, mögulega, ég man ekki. En svo hérna, og þau voru líka milli jól og nýjárs. Já. Þannig að þau, sem sagt, töluðu, sem sagt, sumarfríið og jólafríið af sér, sko. Ég fór og tekkaði þing hérna 2009. Já. Það sérst eftir kosningarnar. Já. Það hérna síðasti fundur þar 28. ágúst. Já. Og svo ég get tekkað á öðru. Og fyrsti fundur var 1. október. Þannig að þeir fóru í smá frí í haustið. Einhver frí í september. Já. Þannig það allt til í þessu. Svo voru það líka þar á milli jól og nýjárs sögðu þær. Það verið fundið þá. Já. 23. þá var fundur á gamla Þorláksmessu. Svo var aftur fundur 28., 29. og 30. milli jól og nýjárs. Þannig að árið 2009. Var Steingrímur J þá þingforseti? Þetta var náttúrulega allt í steik, þetta eftir stjórnum. Nei, hann var ekki þingforseti þá. Nei, hann var fjármálaráðherra og atvinnumálaráðherra og eitthvað meira held ég. Á kjörðiðmjölinu. Já, þetta fyrst, sko, þá var hann þetta allt saman. Svo gaf hann þetta eitthvað aðeins frá sér þegar álið, en hann var rosa valdamikill. Var svona Íslands ráðherra. Já, þess vegna hætti menn oft til þess að segja, sko, ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. Því að Steingrímur var náttúrulega ótrúlega valdamikill í þessari ríkisstjórn. Og svona ígildi forsætisráð, við höfum með meiri völd heldur forsætisráð. Þá var ég náttúrulega með Sprengisand á bylgjunni og Jóhanna kom bara einu sinni til mín, en Steingrímur kom nokkuð oft. Hann var svona talsmaður ríkisstjórnarinnar, frekar heldur Jóhanna. Já, Jóhanna var ekki svona hennar forte eins og sagt að fara í svona spjall eða umræður. Þess var alltaf með skrifaða ræður. Ég held að bara alltaf, ég held ekki að fullir það. Nefnum kannski óundubúnum fyrirspurnum. En svona... Hún var ekki það sem var rétt að segja Steingrim að vera svona kjaftaskur og eins og margir af þessu pólitísku voru. Hún var það aldrei, sko. Nei. Hún svona naut sín aldrei svona í því formi, sko. Nei. Steingrimur, hann var aftur svona stríðsmaður. En talandi þetta með að þau segja að vinna eða ekki vinna, þá finnst mér skrítin þessi tótt sem oftir í kannski svona í sjónvarpsfréttunum, bæði á Stöð 2 sem heitir nú Sýn. Og Rúf, það sem hefur verið að tala svona að nú eru bara þingfundi fram á nótt og svona. Ég held að sko mikill meirihluti þjóðarinnar vorkinu þessu fólki ekki neitt, sko. Nei. Og þau séu að vinna helgar og svona, þau eru að vinna í dag, við erum að vinna alltaf svona dag. Já. En það samt frétt, sko, ef það eru næturfundir og annað, sko, það er ekki að vera fyrsta frétt, en það er frétt samt, sko. Að þingi sé að störfum að nóttu til og hvað er þetta kosti? Til dæmis það þarf að vera starfsfólk næturlangt og þetta kostar bíla talsverða peninga. Þetta málþóf, það er örugglega að reikna þetta í fjár. Þetta kosti eitthvað svona, ég myndi gíska á svona 25 milljónir. Já, þetta er náttúrulega... Allir á yfirvinnu bara. Já, það er mötuneyt og það er þetta og hitt og svona. Svo er stundum sko hætt kannski klukkan hætt klukkan 2:30 nóttina og svo er nefndafundir klukkan 9 og þá nærði ekki lögbundnu hvíld og ef það gerist þá átt að vera á tvöföldum launum daginn eftir. Það ánáttúrulega ekki við þingmennina, þeir eru bara á föstu launum, þeir eru ekki á yfirvinnu og eftirvinnu.
En það á við starfsfólki, sko. Já, vantarlega. Já. En ég hugsaði ekki sér vöktunni alltaf. Já, þetta hérna forvitnileg spurning. Herðu, ég tengið ekki pólitíkinni. Ég nefndi misti óvart út Stöð 2. Já. Hefur eitthvað skoðanir á því? Nei, sjálfur sér ekki, sko. Skiptir nokkru máli hvað þetta heitir. Nei, mér kom ég óvart að þarna voru eiginlega enga, þetta var bara svona útlitsbreyting. Já, það var ekkert annað. Einhver svona tilkynning það að efni fyrirverandi Stöðvar 2 yrði ekki dreift í gegnum dreifikerfi Símans, sem er ábyggilega tilhneiging fjarskiptafyrirtækisins að nota fjölmiðlana sem markaðstæki. Þannig ef þú vilt horfa á fyrirverandi Stöð 2 sín, þá verður þú bara að kaupa fjarskiptinu á okkur. Ég held að Vodafone, sem heitir núna Sín, og það er náttúrulega eitt í þessu, það hefur kostað eitthvað að vera með samningin við Vodafone og fá að nota vörumerkið. Þó að Vodafone í heiminum er náttúrulega ekkert spennandi vörumerki eins og var kannski fyrir aldamót. En já, það var tilningin svo að það var dómur eða úrskurður Samkeppnisstofnunar að með enska boltan að Síminn varð einhvern veginn að selja Vodafone þá enska boltan í einhver svona heilsölu verði. Þú máttir ekki nota fjölmiðlaefni til þess að þröngva fólki til þess að stunda fjarskipti. Mér finnst þetta að vera undirbúningur á því að láta á það reyna. Og ég veit það ekki. Það er ömurlegt fyrir fjölmiðlana að vera undir hælnum á fjarskiptafyrirtæki. En að sé þannig að við getum ekki hort á enska boltan í vetur nema að við séum hjá Vodafone eða Sín. Ég held að það sé markmiðið, sko. Það er þröng okkur til að skipta. Já. Og það var einhvern veginn orðað þannig að öll dreifing er á netinu og þetta með afruglara eða hvað það heitir sem að þú ert með eitthvað svona box frá símanum og myndlíki. Það sé eiginlega búið. Og þar með er að segja það að ef þú ætlar að ná í enska boltan þá getur bara að fara á vefinn og þóttu setja á símanum þá getur gert það, en svona hægt og bítandi væri hægt að lokka þið til viðskipta. En fjölmiðlar allstar í heiminum standa mjög veikt og illa. Og það hjálpar þeim ekki að vera einhvern veginn reknir sem einhver næstum svo deild í fjarskiptafyrirtæki. Fjölmiðlar verða að hafa möguleika á að geta teygt sig þangað sem þeir þurfa til þess að geta verið á lífi. Ég man að þegar við vorum að byrja á Fréttablaðinu, þá var það fyrsta árið í eigu DV-feðga og Sveinn hafði þá þann draum og Eyjólfur rak þá stefnu að Fréttablaðið mætti ekki fara í samkeppni við DV í smáauglýsingum. Og svo var eitthvað líka hugmyndur að við myndum láta fasteignaauglýsingarna vera gagnvart mokkanum. Það mættum ekki raskan innu. En málið var það náttúrulega útgerðin á því að halda úti Fréttablaðinu og dreifa í öll heimili á stór höfuðborgarsvæðinu. Það er bara svo mikið að þú ætlar að láta þetta ganga. Það verður að teygja því í smáauglýsingar og verður að teygja því í fasteignaauglýsingar og verður að teygja því í atvinnuauglýsingar sem á þessum árum voru kannski svona 40-45% af auglýsingamarkaðnum voru svona classifieds eða smáauglýsingar eins og atvinnuauglýsingar og fasteignaauglýsingar eru raunverulega smáauglýsingar. Þannig það var eiginlega engin leið á að Fréttablaðið geti lifað ef það neita sér aðkomu að slíku. Og það held ég er sama við alla þessa fjölmiðla sem er undir hjá Sín, að þeir verða að fá bara að leita allra leiða til að lifa. Ef þeir eiga bara að leita einhverja leiða sem að þjónar fjarskiptafyrirtæki sem á þá held ég að bara muni hægt og bítandi minnka slagkraftur sinn og hverfa. Já, það er þegar að DV hægt að koma út og þar voru svona opinbera auglýsingarnar eins og sýslumaður og það var reynt að fá yfir á Fréttablaðið. Það fór bara orðalaust upp í moka. Það var svona samkomlag. Ég skoða þetta ekki svo langt síðan. Ég man ekki okkur ég var eitthvað að pæla í þessu. Þá fletti ég umfjöllunum flokksblöðin. Ég held að verið svona 90-91 eitthvað umfjöllunum þetta. Og þá var stuðningur við fjölmiðla með því að ríki keypti held ég 150 áskriftir af öllum dagblöðum. Og svo þegar Tryggingastofnun þá auglýstar í öllum. Og ég var að reyna að slá á upphæðina að þá er þetta svona svipuð upphæð og er í dag notuð í fjölmiðlastyrkin. Þannig að þetta
og þá var sem að býta, var gamla kerfið ekki bara betra að því að sömuleyti skekkja í þessum fjölmiðlastyrk að því að þeir sem eru stórir fá meira. En þarna var eiginlega hugmyndin að sko stuðningur ríkisins færi jafnt til allra. Alþýðublað fékk þetta einu sinni ári. Fékk hvað? Þessar opinberu auglýsingar frá sýslumanni, held ég að verið. Einu sinni ári? Já, og það hefði verið þannig að á mig heitin að var eitthvað illa fyrirkallaður og yngar auglýsingar í blaðinu. Svo bara hringt til mín og það var látið vita að það væri að koma sko, þessar auglýsingar og við vorum með 8 sína blað. Ég held að þetta hafi tekið 6 síður. Sko. Ég spurði hvort ég mætti skipta. Sko. Nei, þetta verður að vera í dag. Það var morgun. Þannig var svona ríkinu beitt til þess að ýta undir jafna og raunverulega, eins og ég er að segja, það var eiginlega betra fyrirkomulega því að allir fengu það sama. DVF var svona fyrir utan, það var ekki flokksblað og fleira og ég held að það hafi verið ástæðan fyrir að þeir fengu sko nauðungar frá Fógeta. Og það var þannig bara, það var þegar ég kom inn í blaðamennsku, það var búið að vera lengi, sko, ég held að vera 8. áratugnum og held alveg út. Og það var eiginlega svona óbyrstuðningur, en síðan þessar smáauglýsingar, það eru náttúrulega farnar út úr blöðunum yfir í á netið. Og stór hluti af auglýsingafénu sem að lá til grundvallar fjölmiðlarekstri kannski fyrir 30 árum bæði búin að bara hverfa og fara svo yfir til Google og Meta. Við munum það að á fyrstu hæðinni í Þverárhellu hjá DVF að þá var oft bara örtröðu fólki. Með smáauglýsingar? Já, það var bara svo margir sem biðu. Þetta var Þetta eitt af því fyrsta sem að netið tók. Það voru smáauglýsingarnar. Þetta bara gott að hafa þetta í huga þegar fólk að hugsa svona akkur fjölmiðlarnir eru svona. En það náttúrulega, þeir hafa mist svo gríðarlega mikið frá sér, sko. Þannig að þú ert að bera þá saman við kannski fjölmiðlarnir voru 1990, þá bara, það vantar kannski svona 15-20 milljarða inni í miðað við sko stærð samfélagsins vantar inn í púlíuna og það ekki fengið með því sem sífellt að töðum hér með því að taka RÚV og auglýsingamarkaði. Það mun ekki færa fé yfir til Sjónvarps Símans eða Stöð 2 eða hvað þetta heitir Sínar eða hvað þetta heitir sem að moggin með. Líklegast að stór hluti af því fé myndi renna bara til Facebook og félaga. Herru, þetta var nú fjölmiðlar að fara út í sólinn heldur í gestinir okkar. Við segjum þetta bara gott í dag. Takk fyrir samveruna og ég þakka öllu gestunum sem eiga komið og Laufey Ingdal Ólafsdóttur sem hefur tekið upp og sendt út, en mest þakka ykkur sem hafi verið heima eða í bílnum eða út í móa kannski að hlusta og horfa. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun og þið hafi líka byggt upp dreifikerfið eins og ég bendist stundum á að með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna á samstöðinni að þá verður dreifikerfið til, það er bara byggst upp á góðri afsvörn. Það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsötum undir nafni samstöðurinnar, líka einstakra þátta í hlaðvarpinu. Við erum í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu sem næst alveg á sunnanvert Snæfellsnesi, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. Það má líka sækja þær útsendingar á netið, á spilara.is, hann á netinu spilara.is, en það má líka hlaða spilarann niður í síman og hlusta á samstöðunum allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Það eru númer 5 á fjarstýringunni. Það eitthvað helmingur landsmanna sem eru hjá Símanum. Kannski vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki, til dæmis Sín, sjá sér hagið því að bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða í Sonum Egils, Rauðaborðu og öðru þáttum samstöðinnar. Það sem að knýr samstöðin áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifundur. Það fólk sem að telur að samstöð sé mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi og vill leggja stöðinni lið. Það kostar, grunnárskriftin 2.750 krónur og þú getur skráðið fyrir hana með því að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástöndur áskrift, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta orðið nóg í bili, við verðum hérna næst annað kvöld klukkan 8, þá verður Rauðaborðið, en ég óska ykkur bara góðra helgar þar sem eftir að venni. Takk fyrir í dag.